Það seti sterkur 2-0 sigur hérna gegn Norður-Írum. Svona hvernig sá bara leikurinn við þér? Bara frábært að vinna úti. Við vorum mikið betri með boltanveldi, bara með hlutin á tímanum og af leiknum minna og já, skorum 2 flott mörk úr fyrstum leikadrum. Þess lágu mjög niðarlega þannig að erfitt að skapa færi úr opnum leik en já, 2-0 bara frábært. Bara ánægð með frammistöðuna? Já, þetta var bara heilt yfir fínt. Þetta var bara svona stórt possession myndi ég segja. Já, erfitt að komast á baku þær en ég meina við búum alveg til einhver færi sem við hefum átt að skora. Það er alltaf gaman að skora úr opnum leik en þegar við erum svona góðar í fyrstu leikadrum þá eru þau mörk sem að telja líka þannig að 2-0 er bara flott. Þú varst heldur betur nálægt því að skora í tvígang? Já, hefðum átt að fara inn en það er bara í næsta leik. Svona hvernig bara sáu andstæðingarnir við þér? Bjóstu við þeim einhvern veginn öðruvísi eða? Nei, eiginlega ekki sko. Við vissum að þær myndu liggja mikið tilbaka, kannski ekki alveg svona mikið. Byrjaði að tefja bara eftir fyrstu mínútu og eru ennþá að tefja þegar 2-0 yfir þannig að ég veit ekki alveg hvað þær voru að reyna að taka úr þessum leik. En já, þetta var bara alveg eins og við héldum og komum bara eins í þennan leik og við héldum, já. Íslenska liðið 85% með boltann í hálfleik, ég veit ekki hvað það var undir lokleiks. Hefur einhvern veginn spilað leik í bara treyju Íslands sem svona? Nei, það hefur allavega verið mjög langt síðan sko. En já, bara gott að vita að við getum líka verið possession-lið og já, það er bara svona gaman líka að spila svona leiki sem að við erum með yfirhöndina allan tíman þannig að þetta er æfa okkur í þessu og vonandi koma bara fleiri leikir sem eru svona það þýðir bara að við erum betra liðið. Klárlega sterkt líka bara að mæta með 2-0 fórustu í leikinn á þriðjudaginn? Já, auðvitað. Seinni leikurinn heima á þriðjudaginn og við erum bara klárlega spenntar fyrir þeim leik og ætlum að vinna hann líka. Takk hérlega. Takk.